eins og ég segi, þú varst bara ekkert manneskja með mönnum nema þú reyktir. Það var bara, æskan var svoleiðis þarna þegar maður var að alast upp í kringum 1970. Þessi fíkn hjá mér var að fara að trufla náttúrulega mitt daglega líf mjög mikið. Sem lítið dæmið það að ég 20 mínútur að keyra í vinnuna á morgnana og á þessum 20 mínútum núna upp á síðkastið var ég farin að reykja 3 sígarettur. Keðjureykja 3. Og flestir sem að ég var með á sjúkrahúsinu og svona þeir sem ég hef verið með og eftir, þeir eru bara farnir. Þannig að maður er búinn að fara í svolítið margar jarðarfarir sem tengjast lungnakrabbameini. Sko reykingar sjúkdómar í minni fjölskyldu, þannig móðir mín dó 69 ára á lungnakrabbameini, hún var stór reykingamanneskja. Pabbi minn var bráðkvættur 53 ára gamall, datt niður, hann reykti líka. Hálfbróðir minn, hann hefur reykt alla sína ævi, hann er búinn að fá blóðtappa 2 eða 3 sinnum og er mjög illa farinn eftir það. Og gengur við hækju og það er alveg skelfilegt að horfa upp á það. Og hérna, sonur hans 45 ára gamall dó núna daginn úr blóðtappa og reykti mikið. Í dag reykja 67.000 Íslendingar að staðaldri. Reykingar eru aðalorsakavaldur ótímabærra dauðsfalla í heiminum og hér á Íslandi líka. Við vitum það til dæmis að af þeim sem reykja að staðaldri að þá koma helmingur það bil til með að deyja af völdum sjúkdóma sem beinlínis orsakast af reykingum. Þetta eru í stærðargráðunni 12 ár sem að tapast að meðaltali hjá hverjum einstakling sem reykja að staðaldri. Og það hefur verið reiknað út að þetta eru cirka 200-300 mannslíf á ári sem eru beinlínis orsökuð af tóbaksreykingum. Reykingar eru sjúkdómur sem veldur heilsutjóni. Við vitum hvaða sjúkdómar þetta eru. Þetta eru sjúkdómar eins og krabbamein, sérstaklega í lungum. Þetta eru hjartaáföll og heilablóðföll og svo langvinn lungnateppa sem 80% hluta til orsakað beinlínis af reykingum. Ég hugsa að ég hafi bara eiginlega byrjað að reykja bara af fullum krafti, maður getur sagt svo, eða já, bara reykja, bara svona 16 ára, gæti ég trúa, já, 15-16 ára. Og einmitt ég byrjaði að kláraði gagnfræðaprófið og 17 ára gömul, þá fer ég að vinna hjá Tryggingastofnuninni og var þar gjaldkeri og þá þótti bara mjög eðlilegt að það var hleypt inn í hollum og rosa mikið að gera og þá var maður í svona löngu rými, við vorum 4 saman og maður sneri sig bara við og þar var öskubakki fyrir aftan mann og logandi í sígarettu og maður reykti bara svona einn og einn smók meðan maður afgreiddi kúnana og þetta þótti bara mjög eðlilegt. Ég held innst inni langi öllum til að hætta að reykja og til dæmis ég hafði langað að hætta að reykja og alltaf og hugsa það. Svo vill til að ég fyrir einn dag bara fyrir 20 árum, það er bara núna í mars, 20 ár síðan, þá hitti ég hjartalækni dóttur minnar og beð hann að lesa yfir ákveðna pappíra sem að ég hefði farið með til hans vegna mín og hann horfir svona á mig og segir, Ólöf, reykirðu? Og mér fannst svolítið því það var eins og hann héldi að ég reykti ekki. Þennan, bara beint frá honum, þá fer ég yfir til bróður minn sem var þá í hjartaþræðingu á Landspítalanum og stoppa ég honum stutt og þegar ég kem út þá hugsa ég, já, Ólöf, nú skal þú bara hætta á meðan að þú getur valið. Á meðan að það er ekki eitthvað slæmt sem er búið að koma fyrir þig. Ég kem heim og ég drepi og ekki söguna meir. En ég hafði ekkert valið. Því þetta hafði þá verið komið hjá mér á þess að ég hafði vitað lungun voru farin að skemmast. Nokkrum árum síðar þá fer ég að finna svona að mér finnst ég ekki vera nógu öflug. Mér finnst ég mæðast og ég var nú svona kjáni, ég held kannski bara ég þyrfti að læra öndun eða eitthvað því að mér óraði náttúrulega ekki fyrir þessu, ég var hætt að reykja. Þetta gat ekki verið eitthvað sem að væri að koma í bakið á mér. 2002 greinist ég svo með lungnaþembu. Og ég get svona haldið mér alveg mjög vel, ég er dugleg í leikfimi, ég er dugleg að hreyfa mig,
held henni svona nokkurn veginn í skefjum. 2010, þá eru sko liðin 14 ár frá því ég hætti að reykja. Þá fer ég að fá endurtekna lungnasýkingar og þá bara einhvern veginn hrundi allt, það fór bara allt niður á við, ég þurfti að minnka við með vinnu, en síðan heldur alltaf áfram sýkingarnar og síðan núna í fyrrasumar 2015 þá verð mjög veik og fæ mjög slæma lungnabólgu sem verður til þess að ég fer ekki út nema með súrefni. Það að sofa með súrefni og sem sagt get ekki hreyft mig eða gert heimilistörf eitthvað nema þá að vera með súrefni og út að labba með súrefni og það þarf alltaf að vera hjá mér ef ég þarf eitthvað að reyna á mig. Og ég í 40% vinnu þegar ég veikist í fyrrasumar en tek það ákvörðun og eiginlega bara það bara nauðsynlegt til að ég geti gert það sem að manni langar til að gera, að sinna barnabörnunum sínum og reyna aðeins að gera eitthvað fyrir sig og heimili sitt og að þá bara þýtti ekkert að vera í vinnu í lengur, þannig að ég ákvaða að sleppa vinnu og þannig að nú ég ekki að vinna lengur. Það var náttúrulega þvílíkt áfall þegar maður lendi því að fá súrefni því að ég hafði oft hort á fólk sem var með súrefni og sagði þetta myndi ekki ske fyrir mig. Og ég man alltaf eftir að ég fór í leikum í HL-stöðinni og það var í eitt skipti svona fræðslufundur sem ég ákvaða að sækja. Það var náttúrulega áður en ég fór í HL-stöðina og þar voru rosalega margir með súrefni. Og ég hugsaði með mig, vá, ég á ekkert heima hér. En svo lendi maður í þessu sjálfur að fá súrefni og vera háður því. Og það var náttúrulega þvílíkt sjokk og maður var lengi og kannski maður mörgum mánuðum seinna stundum að sættast við það að vera með súrefni. Maður hefði geta bara farið í hornið sitt og bara gefist upp og bara loka sig inni og gert ekki neitt. En ég tók þá ákvörðun að ég ætla ekki að láta þetta fara svoleiðis með mig. Ég skildi halda áfram eins og ég gæti. Ég á reyndar 2 hundar sem að mér langaði til að reyna að komast út með og það tók marga mánuði. Þangað til líka að fara út að labba með þá aftur. En ég reyni og við förum út saman að labba. En þetta eru rosalega átök og þetta eru átök að fara út alltaf með súrefnið. Það reynir rosalega á mann. Ég á 4 barnabörn. Ég á einn sem verða 7 ára og eina sem 3 ára. Og þau eru nú bæði svo dásamlega að þau segja það alltaf að amma geti þetta ekki, amma illt í lungunum. Þannig að þau svona pínlítið aðstoða ömmu með það sem þarf að gera og þessi 3 ára ef ég þarf að halda á henni sem ég náttúrulega get ekki, að þá veit hún það að ég þarf að setjast niður og svo kemur hún þá til mín. Og hún yfirleitt setur sér sjálf upp í fangið á mér. Svo ég með annan sem 1 árs og annan sem bara 2 mánaða. Þeir eru sem betur vel litli báðir þannig að amma getur haldið á þeim. En ég þarf alltaf að setjast því að þetta svo erfitt að halda á þeim og standa. Þú eiginlega ræður ekki við þá og ef ég ætla að setjast á gólfið og leika við þá, þennan 1 árs eða hinn 2, þá þarf ég yfirleitt alltaf að hafa súrefni til að geta setið með þeim og leiki við þeim. Þetta hefti mann rosalega mikið að geta ekki gert það sem þér langar til að gera með þínum barnabörnum. Ég held að ég sé svona frekatalin vera svona glöð og jákvæð manneskja, auðvitað koma þessi svörtu dimmu ský yfir mann. En það væri ekkit eðlilegt ef það væri ekki eftir svona mikil áföll eins og hafa komið núna upp á síðkastið. En það bara ekkit í boði. Maður reynir bara alltaf að reyna að finna hann á políunu sem fyrst til að láta hann að koma og hjálpa manni. Af því að það gerir bara illt verra að ætla að sökkva sér onni í eitthvað sem bara leiðilegt. Ég bara ákvað það að ég skildi bara reyna að rækta þessa jákvæðni og gleði hjá mér og hafa hana að leiðarljósi. Hjart- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök Íslendinga og þar eru alvarlegasti áhættuþáttur en tóbaksreykingar. Við vitum það að á síðustu 30 árum þá hefur dánatíðni vegna hjart- og æðasjúkdóma lækkað um 80% og það 4/4 af þeirra lækkun skýrist af minnkandi reykingum. Í rauninni frá unga aldri fannst mér reykingalykt til dæmis ekki óþægileg. Við erum 5 systkini
og mörgum okkar þótti óþægilegt þegar var verið að reykja í kringum okkur. Það var reykt í bíl sem að þetta náttúrulega algjörlega óhugsandi í dag. Mér fannst það aldrei óþægilegt og mér fannst það bara og var tiltölulega ákveðin í því að verða reykingamaður. Þannig að þegar ég fekk aldur til að kaupa mér tóbak og sígarettur þá 15-16 ára aldurinn byrjaði ég bara að reykja og mjög fljótt farin að reykja pakka á dag. Mér fannst það gott. Ég hugsaði með mér þegar ég var að byrja, fyrst að menn eru að þessu, þá hlýtur að vera eitthvað eftirsóknarvert við þetta. Og á tímabili kannski fékk ég eitthvað út úr því. Síðan þegar að svona árin líða þá fer maður að gera sér betur grein fyrir því að maður ekki að fá neitt út úr þessu annað en að losna við einhver óþægindi sem að hljótast af því að reykja ekki. Og ég hef stundum líkt þessu við að vera sífellt mál að pissa. Að þú þarft stanslaust á hálftíma fresti að fara á klósettið. Auðvitað má segja að það sé gott að pissa þegar maður algjörlega í spreng. En það auðvitað miklu betra að vera bara laus við það. Þannig að smám saman áttaði ég mig á því að þetta var orðið svona fangilsi, þetta var orðið algjört helsi, þetta var ekki neitt jákvætt í rauninni við þetta. Það var alltaf hugsunin, hvenær kemst ég næst að fá mér sígarettu. Það var óþægilegt að vera í aðstæðum þar sem að ég gat ekki reykt, eins og til þess að koma úr löngu flugi og vera að bíða eftir töskum á flugvellinum, algjörlega viðþolslaus að komast í burtu til þess að komast innan gæsalappa á klósettið að pissa eða að fá sér sígarettuna. Mér fór að langa til þess að hætta en ég sá það bara alls ekki fyrir mér að komast í gegnum einu sinni 3-4 klukkutíma á þess að reykja hvað þá heilan dag. Þannig að á öllum þessum 25 árum reyndi ég bara einu sinni að hætta og það kringur 19-20 ára aldurinn. Eftir það reyndi ég ekki einu sinni að hætta því að mér fannst það algerlega útilokað mál að ég kæmist í gegnum einn dag án þess að reykja. Síðan fer þetta auðvitað smá saman að hafa áhrif á líkamlegt þrek án þess að ég endilega kenndi reykingunum svo mikið það. Það alls konar merki eftir á hyggja sem maður sér sem eru þá þessi rauninni það sem að gerist að kransæðarnar til hjartans eru farnar að þrengjast þannig að hjarta fær minna súrefni og þar af leiðandi þreytist maður. Ég skrifaði það alltaf á æfingarleysi. Ég hafði heldur ekki hreyft mig í sjálfu sér neitt síðan bara í framhaldsskóla í 20 ár og skrifaði alla þreytu og mæði á það. Að nú þyrfti ég að fara að taka mig á og fara að hreyfa mig og fara í ræktina og gera eitthvað sem ég gerði bara alls ekki. Og ég þreytti mjög mikið við þegar ég þurfti að reyna á mig sem ég gerði mjög sjaldan. Til dæmis ef ég hjálpaði manni að losna úr skafli og ýtti bílnum, þá var ég gjörsamlega uppgefin bara lengi og eftir. En svo verður þetta svona verra og verra yfir nokkra mánaða tímabil og ég fer svona að hafa meiri áhyggjur af þessu og svo má segja að það sé punkturinn yfir í kannski á áramótabrennu niður á Ægisíðu þegar ég að ganga heim þaðan sem ekki nema 200-300 metrar og ég þarf að hvíla mig á leiðinni bara því ég fæ of mikinn svona sviða eða svona sting fyrir brjóstið. Ég tengdi það alls ekki við hjartað, mér fannst það meira að vera öndunarvegurinn og þá fór ég nú að hafa sambandið við lækninn og að láta athuga hvað væri eiginlega að gerast. Og þá kemur það bara í ljós að þarna mjög líklega kransæðarnar orðnar alvarlega þröngar og hjartað fær ekki bara það súrefni sem það þarf. Þannig að ég sendur í svokallaða þræðingu, bara mjög fljótt, sem að eina leiðin til að leiða nákvæmlega í ljós ástandið á kransæðunum og í þræðingunni tekin röntgenmynd af kransæðunum og kemur í ljós að af 3 meginstofnum kransæðana til hjartans eru 2 algjörlega orðnar stíflaðar og svo 3. orðin 50% stífluð. Þannig að hjartað bara nánast ekki að fá neitt blóð eða súrefni. Þannig að mér var ekki hleypt aftur út á spítalanum og viku seinna var framkvæmd aðgerð, hjáveituaðgerð, þar sem að æðar úr báðum fótum eru teknar og nýttar til þess að leiða fram hjá þessum stíflum í hjartanu, 5-föld hjáveita. Og það má segja að ég hef kannski sloppið með skrekkinn að vera þarna búin að algjörlega stúta á mér líkamannum eða hjálpa til við það ásamt kannski einhverjum öðrum þáttum sem að skipta máli líka.
og einhver feginleiki yfir því, kannski blandið einhverja hræðslu við það að þarna væri bara komið að hendalókunum. Allavega gerði það að verkum að löngunum til þess að reykja alveg gersamlega gufaði upp bara á einni nóttu. Reykingar valda fjölmörgum tegundum krabbameina. Þar má telja magakrabbamein, nýrnakrabbamein, krabbamein í þvagblöðru og svo ekki síst lungnakrabbamein sem eitthvað skæðasta formið af krabbamein sem við þekkjum og 90% hægt að reykja til beinti reykinga. Sko, ég var bara 14 ára þegar ég byrjaði að reykja. Hafði mikið fyrir því að byrja að reykja, sko, það fannst það mjög kúl. Og ég byrjaði strax bara alveg að reykja. Ég var ekkert eitthvað að fikta við að reykja eða eitthvað svona. Ég byrjaði bara alveg að reykja og þá var ég 14. Svo, já, og ég fór alveg gegnum þetta stríð við mömmu og þetta út af reykingunum, sko. Hún var ekkert sérstaklega hrifin af því. Og reykti alveg bara þá, alveg stutt, þangað til ég var 20. Þá byrjaði ég að hætta að reykja. Og eftir að svona frá því ég 20, þangað til 2006, þá var ég alltaf að hætta að byrja að reykja. Ég var með alls konar, ég var búin að fara alls konar námskeið og prófa að fara í svona nálastungur og ég var búin að prófa alls konar, sko, til að hætta að reykja. Örugglega bara allt sem hægt að. 2006 hætti ég að reykja svo alveg. Þá fluttum við erlendis til Austurríkis og það var svolítið skrítið, sko, því þá erum við flutt í land sem allir reykja og bara alveg í fínasta lagi að reykja, ekkert að því, þá hætti ég að reykja. Ég var búin að hlaupa lengi og fannst rosalega gaman að hlaupa og hljóp mikið og svo byrjaði ég að verða alltaf, fekk svona beinhimnubólgu í fæturnar og ég var búin að prjóna einhverja sokka og setja yfir fæturnar og ég var búin að kaupa nýja skó og ég var búin að prófa allt og ég var alltaf að drepast í fótunum. Og ég meira þess að fór að hlaupa námskeið, eftir að vera búin að hlaupa alveg í mörg ár að þá ákvað ég kannski væri ég allt í einu að fara að hlaupa eitthvað vitlaust og væri eitthvað að beita mér eitthvað vitlaust, það væri þess vegna sem ég væri svona illt í fótunum. Svo ég fór aftur að hlaupa á hlaupanámskeið í fyrsta skipti sem var bara mjög gott, en ég gat samt sem aður ekkert hlaupið. Og þá fyrir ég að fara til læknis af því að mér var svo illt í fótunum. Og var eiginlega bara svona þannig rosa lítið geta gengið þó ég var að reyna samt að hlaupa. Og ég var búin að fara 6 sinnum eða ofta til læknis og það náttúrulega datt engum í hug. Þeir fundu ekkert. Ég var aldrei móð og ég fann ekkert, engin andþyngsli og engin hósti eða neitt. Það var ekkert sem tengdi þetta við það að ég væri eitthvað að lungunum á mér. Og þá náttúrulega datt engum í hug að skoða á mér lungun, ekki hér. En svo byrjuðu puttarnir að mér allir að bólna og ég kom með eitthvað svona klöppingfingur. Þá verða puttarnir svona eins og tennisbaðar. En maður finnur ekkert fyrir því, maður bara svona sér það. Og ég var eiginlega ekkert að taka eftir. Vinkonu mín henni fannst ég bara með svo hrikalega ljóta putta. Hún var alltaf að segja, voðalegt með ógeðslega putta. Síðan ég stödd í Austurríki og þetta var þannig að ég stödd í Austurríki, mamma mín býr þar og hún býr upp á annarri hæð og ég bara gat ekki labba upp tröppurnar til hennar. Og þannig að þá ákvað við að það hlýt að vera eitthvað mikið að fótunum. Þannig að ég fer til læknis þar í Austurríki og hann sér á mig puttana og sér strax að það eitthvað að lungunum, á puttunum. Og ég fer þar, hann tekur einhverjar svona röntgenmyndir og eitthvað og sagði mér í raun ekkert hvað væri. Heldur sagði hann bara taka þessar myndir sem hann hefði tekið og fara strax til læknis á Íslandi. Og það gekk eftir, ég fór bara strax til læknis og það kom strax í ljós að ég var með illkynja fluguþekjukrabbamein í hægra lunganu og það var tekið neðri og efri parturinn af hægra lunganu og ég uppi sitt ég með 34% lungu sem
minna eldur en margir, sko. En ég ótrúlega einhver hluta heppin að vera ekki með þessi andþyngsl. Eða, þú veist, ég ber það aldrei utan á mig að þetta sé svona statusin á kerfinu, sko. Ég til dæmis svona svo heppin líka með það að ég á rosalega góða sem á svona hjálpa mér að reyna að láta lífið vera eins eðlilegt og hægt er. Þetta náttúrulega að greinast með svona krabbamein, það náttúrulega tekur bara nokkur ár framanni. Það er bara held ég nánast, eða svo lengi sem að maður er heppin og heldur áfram að lifa. Það er ekkert allir svoleiðis. En allavega eins og fyrir mig að það náttúrulega tók þetta alveg 3 ár. Það fóru bara 3 ár í þetta. Maður þarf að horfa upp á fjölskylduna sína alveg ofboðslega hrædda þó að maður sjálfur er mjög upptekinn bara á þessu verkefni. Maður er ekki beint, eða allavega ég var ekki beint hrædd, sko. Ég var meira uppteknari bara að því að takast á við það sem ég var að gera. En maður finnur í kringu sig að fólki í kringum hann verður ofboðslega, þetta er svona þannilega ekki minna erfitt fyrir það. Af því að það er að díla eitthvað sem það getur ekki neitt gert við og það stendur bara svona bjargalaust á hliðarlínunni, sko. Og það er rosalega erfitt að horfa upp á það. Börnin sín, þau verða svona rosalega óvissa, þau einhvern veginn, já, það er mjög erfitt að takast á það. Mér fannst það erfiðast. En það má ekki gleyma því að reykingar valda fjölmörgum mismunandi sjúkdómum og þeir geta verið í gangi margir hverjir hjá sama einstaklinga á sama tíma. Við þekkjum dæmi þessa sjúklingur sem hefur með langvinna lungnateppu, hann fær síðan heilablóðfall í ofunalag. Þannig að sjúkdómsbyrðin sem fylgir reykingunum er gríðarleg og áhrifin á þann einstakling í heilsutjóni eru gríðarlega mikil og skerða hans lífsgæði. Sko, mín reykingasaga er þannig að ég var 13 ára gamall þegar ég byrjaði að reykja og 14 ára gamall var ég farin að reykja 2 pakka á dag af Camel og reykti þá alveg stanslaust til 1977. Þá gerðist það þannig einn daginn að ég var að labba í vinnuna, fékk mjög slæmt og ljótt hóstakast og ég brást þannig við að hans ég geta nokkuð haft neina skýringu af því að ég tók sígartupakkann á vasanum og henti honum frá mér og hætti að reykja. Og fann ekki fyrir því. Ég hætti 10 ára að reykja. Þá fór ég að fikta aftur eins og asni og svo einn daginn þá kveikti ég mér í sígarettu, svimaði fyrstu 2 og reykti mínu 2 pakka á dag og reykti illa. Og það voru 2 pakkar og ef ég var að skemmta mér þá voru það plus 2 pakkar. Svo fyrir 10 árum síðan, þá fer ég að fá rúmum 10 árum síðan, þá fer ég að fá ónot í hálsinn og keypti mér ekkert upp þetta, bara var eins og særind og eitthvað, þannig að endaði mér í ársbyrjun 2006, þá fer ég til læknis og vil fá skoðun hjá sérfræðing út af þessu og ég sendi til sérfræðings og hann segir við mér svona, horfir á mér og segir og segir það er best að taka úr því sýni. Svo mér gefinn tími í það og ég mæti til læknis og hann tekur úr mér sýni og það er gert þannig að hann bara deyfir mig inn í hálsinum og fer upp í hálsinum með töng og klippir bara úr mig kjötstykki. Og svo segir að við mig þegar búið, já þetta er búið, svo verðum við bara í sambandi. Og ég fer út og kveiki mér í minni sígarettu og reykja hún í opið sár í hálsinum og jú, ég fann fyrir en ég reykti samt. Svo líða einhverjir dagar og þá fæ ég símtal og það er bara svona, Ólafur, já, þú ert með krabbamein í hálsinum og þetta mátti við til á skurðlækni. Þegar ég greinist með krabbameinið og er í krabbameinsmeðferðinni, þá skeður eitthvað annað í mig líka, þá sem þeir læknar vilja meina að sé kannski út frá krabbameininu líka, það fara að bólna upp á mér allir liðir og þannig að það þarf að sprauta í liði á mér og ég er settur á lyf út af því til að halda þeim sjúkdómi niður og öllu líkindum er ég með vefjagigt og slitgigt út frá þessu og settur á lyf við því og svo leiðir eitt af öðru þannig að þau lyf
Það var öllum líkindum orsaka það að ég fékk sykursýki upp úr svo. Í dag stend ég frammi fyrir því að ég þarf að sprauta mig einu sinni á dag og taka sykursýkistöflur líka og fylgjast vel með blóðsykrunum og mæla mig minnst að kosti 3 sinnum á dag. Eftir sykursýkina nokkrum árum síðan þá fékk ég kransæðastíflu og var þræddur nánast bara akút og var ótrúlega heppinn og slapp fyrir horn og kom nánast óskattaður út úr því, en þó ekki alveg. Og síðan liðu árin og fyrir 1 ári síðan þá fékk ég blóðtapp í höfuðið sem fór. Þannig að það lýsti sig þannig að ég misti jafnvægið og kastaði upp alveg endalaust. Og það skeið á föstudegi og á mánudegi átti ég tíma hjá krabbameinslækninum mínum í eftirlit og bar mig illa og hann sendi mér myndatöku og þá var komið ljós og ég var með blóðtappa. Ég vona að enginn þurfi að gangi í gegnum svona og bara vona að menn hugsi sér tvisvar, eða fólk hugsi sér tvisvar að hann byrjar aftur að reykja eftir að hafa náð það. Það er miklu verra, allavega frá mínu bæjardyrum síðan að hætta í seinna skiptið heldur en í fyrra skiptið. Ég bara gat það ekki fyrir en ég hafi ekkert val. Ég er eiginlega hálf feginn að hafa fengið þetta krabbamein af því ég náði að hætta að reykja. Ég verður sjálfsagt bara dauður í dag ef ég hefði ekki náð að hætta að reykja. Það er bara þannig. Það er rosalega erfitt að ætla að fyrirgefa sjálfur sér það að hafa reykt svona og ég hef sagt það áður og segi enn að ég vildi óska að ég hefði aldrei gert þetta og ég öfunda fólk sem segir ég hef aldrei reykt. Ég var þess að má segja heppinn að vandamáli hjá mér var eitthvað sem hægt að laga upp að allavega vissu marki. Ég er náttúrulega sumuleyti gott að lenda í þessu ungur því að maður og frekar sjaldgæft að fertugi menn lendi í þessu en líka minn er þá það svona sterkur að takast á við aðgerðina og kannski fljótur að jafna sig en að sama skapi þá kannski veit maður ekki hvað þetta endist lengi heldur viðgerðin og ég verð að passa mig núna það sem eftir er að reyna að sjá til þess að viðgerðin endist. Ég hef alveg hiklaust bent fólki á það og geri það alveg og ég vona einhver hlusti að segja þegar því maður er að sjá fólk ennþá reykja og ég persónulega sjálf náttúrulega fekk alls konar viðvaranir fólk var að segja mér að þetta er hættulegt og eyðileggur á lungun og þau voru svona brún og sleipileg og ógeðsleg og eitthvað en einhvern veginn auðvitað hélt ég kem aldrei fyrir mig en það er bara eins og þannig að það er bara miklu minna mál að hætta að reykja heldur en að fá lungnakrabbamein. Það er bara svoleiðis.